Ásdís Ósk hjá Húsaskjóli fasteignasölu. Hvað er eiginlega í gangi á fasteignamarkaðnum í dag? Það eru verkföll, það eru jarðskjálftar, það er ferðabann til Bandaríkjanna og jú, kórónuvírusinn sem er líklega stærsta einstaka áfalli sem hefur dunið yfir heimsbyggðina síðustu áratugi. Er fólk virkilega að kaupa og selja fasteignir núna? Það kom mér það í óvart að fasteignamarkaðurinn heldur sínu striki. Ég átti von á meiri lægð og fólk myndi hætta að skoða fasteignir, en svo áttaði ég mig á því það er ekki hægt að stoppa á núleitni. Það eru ansi margir sem eru búnir að selja en eiga eftir að kaupa og þó að sirka 1000 manns í sóttkví þá eru ennþá það bil 360.000 sem eru ekki í sóttkví. Fólk er að skilja, taka saman og búa til nýjar fjölskyldur á hverjum einasta degi. Ég er búin að vera fasteignasali í 17 ár sem þýðir að ég fór í gegnum hrunið. 2009 átti ég barn og ég tók mér sinni tilboð á fæðingardeildinni, þannig ég er búin að prófa ýmislegt þegar kemur að því að selja fasteignir. Okkar ráðlegging til allra í fasteignahugleiðingum er að halda sínu striki. Það er mikið framboð á eignum og gaman að vera kaupandi í dag. Nýleg vaxtalækkun Seðlabanka Íslands upp á 0,5% er að skila sér í vaxtalækkun á íbúðalánum sem þýðir að sjaldan eða aldrei hefur verið jafn hagstætt að taka nýtt lán og í dag. Nýkomið samkomubann þýðir meiri dekuþjónustu fyrir kaupendur. Við hjá Húsaskjóli ætlum ekki að hafa opin hús og munum því eingöngu bjóða upp á einkasýningar en líka vídeósýningar fyrir þá sem komast ekki á staðinn. Þó að við séum stödd í hringuðinni akkúrat núna þá gengur þetta ástand yfir fyrr en síðar, en á meðan skulum við passa okkur eins og við getum og treysta því að þeir geri það líka. Brosum og munum handflóttinn og að sýna gagnkvæma tillitssemi. Ef þið langar að vita meira eða hefur spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafðu þá samband við okkur í Húsaskjóli. Hlökkum til að heyra frá þér.